Og smáforritið QuizUp sem íslenska fyrirtækið Plain Vanilla sendi frá sér fyrir helgi trónir nú á toppnum í smáforritaverslun Apple. 1000 ný forrit koma á markað á hverjum einasta degi, svo þetta tvímælalaust fantagóður árangur. Við ræðum við forstjórann næstu skref. Við skulum hlusta á næsta viðtal vegna þess að þar verið að tala það hvernig verðmæti verða til úr hugviti. Sprótafyrirtækinu Plain Vanilla skaut upp á stjörnuhimini fyrir nokkrum árum þegar smáforritið Moogies var sett á markað. Það var geysilega vinsælt sinn en gekk svo ekki sem skildi. En menn héldu bara áfram og nú búið að þróa nýtt forrit QuizUp sem spurningaleikur og það býðst nú ókeypis í smáforritaverslun Apple og fór á toppinn þar í dag. Þetta leikur sem hefur slegið í gegnum 500.000 manns spilan í dag sem verður að teljast nokkuð gott því að leikurinn var settur á markað á 50daginn í síðustu viku og Þorsteinn Baldur Friðriksson forstjóri sestur hjá Þóra. Velkomin Þorsteinn og til hamingju. Takk fyrir það. Skýrst að þið hefur ekkert sofið mikið út helgina. Nei, þetta er búið að vera ansi mikil rússibanni núna síðustu örfáu dagar. Ekki mikið sofið. En er það ekki einmitt það sem stefnt var að? Jú, við gáum út QuizUp sem við kallum stærsta spurningaleik í heimi núna á 50daginn í síðustu viku. Og við náttúrulega erum búin að vera að vinna þessu verkefni núna í 2 ár og búin að leggja gríðarlega mikla vinnu. En þið hafa ekki verið að semja spurningar, þið eru að forrita? Já, við í rauninni hönnum í þennan leik, þá hönnum við leikinn sjálfan og hvernig hann er spilaður. Og þetta er raun og veru, þá má lýsa þessu sem svona hálfgerðu Gettu betur, eins og hraðaspurningum í Gettu betur, nema að þú ert að spila við annað fólk einhvers staðar í heiminum, eða við viniðina. Og hugmyndin bakvið þetta er svo að þetta sé raun og veru ekki bara einhver venjulegur leikur, heldur sé þetta hálfgert samfélagsnet, eins og Facebook til dæmis, þar sem að fólk finnur aðra aðila og spila við það í sínum áhugamálum. Og við erum með mjög mikið af alls konar, þetta er náttúrulega mjög mikið af spurningum og mikið áhugamálum hérna. 200 eitthvað flokkar og sumir mjög sérhæðir. Mjög sérhætt sem sko. Leyfum fólki að búa til sínar eigin spurningar og svo höfum við verið að sjá það núna að fólk er í raun og veru að kynnast í gegnum þetta samfélagsnet. Það eru líka spjallrásir og fólk er að tjatta eða skrifa skilaboð sín á milli og þetta var hugmyndin til að byrja með. En móttökurnar, auðvitað heldur maður alltaf með sínu barni og við erum búin að leggja miklu vinn í þetta en ég held að það hafi engan órað sko, fyrir því hvernig móttökurnar myndu vera. En ráðið við þetta? 500.000 manna já, við gerum það. Ég meina við erum náttúrulega bara svo heppin að eiga alveg frábært heimi af fólki sem að vinna örugglega núna, það er núna á skrifstofunni. Nú er dagurinn að byrja í Bandaríkjunum og þetta er svolítið skrítið hvernig stemningin er hjá okkur að þetta hefur verið svo mikill vöxtur að við erum að fá yfir 150.000 nýja spilara á degi inn í leikinn. Þannig að við svona notum daginn á Íslandi til þess að undirbúa allt og svo þegar kvöldi fyrir að koma og Amerika fyrir að vakna að þá fyrir að reyna á tækin okkar. Og það er alveg búið að vera, þú veist, við höfum haldið okkur uppi en þetta er stanslaus barátta og þess vegna sofum við ekki neitt. Já, þetta hljómar allt mjög skemmtilega og spennandi, en ég veit alveg að það eru margir sem spyrja sig að því, hvernig getið þið verið í 2 ár að þróa einhverja vöru sem síðan er ókeypis, hvernig ætla fjárfestarnir að ávaxta sitt pund? Já, þetta er mjög góð spurning og þetta er eitthvað sem maður spurður ofta að og mamma mín spyrir mig mjög oft að þessu, hvernig græðið þið pening? Og það er dálítið þannig að þegar við fengum þessa hugmynd þá tókum við á það ráð að leita í áhættu fjárfestasjóði í Bandaríkjunum eða náttúrulega tiltekið í Silicon Dal, eins og það er kallað. Og þar er hugsunin kannski verðmæti dálítið öðruvísi svona úthugsuð heldur en endilega maður er vanur. Og það er þannig að verðmæti fyrirtækja að mörguleyti þar er fyrstu árin í því hversu marga notendur til hversu marga þú nærð. Þetta er eins og að fá eyeballs eða bara hversu mikið fólk er að nota vöruna þína. Og mörg góð dæmi það eru til dæmis forrit eins og Facebook sem var nú ekki að búa til neina tekjur fyrstu árin sín. Og voru einhverju auglýsingar til að byrja með? Já, það voru ekki auglýsingar til að byrja með og svo bættu við og Twitter sem var að koma marka núna og besta dæmið er hugsanlega Instagram sem var einmitt sett á marka, var rosalega vinsælt en hefur aldrei búið til hennar tekjur en var síðan selt til Facebook á alveg ótrúlega upphæðir. En þýðir það að þið getið selt til dæmis notendaupplýsingarnar hópurinn sem hefur áhuga á
Breaking Bad eða Bob Marley eða hvað það Já, það eru ýmsar- og nota það til þess að selja þeim vörur eða... Það eru ýmsar leiðir sem við sjáum sko í framhaldinu á því hvernig við búum til tekjur. Já. Ég tiltölulega á móti því að vera að njósna fólk sem slíkt sko. Já, tiltölulega. Tiltölulega, já. En hins vegar það sem við getum til dæmis gert að þau fáum svona rosalega magna fólki að spila þennan leik og svona mikil samskipti og annað, að þá getum við til dæmis selt stórfyrirtækjum að vera með sinn eigin spurningaflokk. Við getum til dæmis bara einhver bílaframleiðandi getur verið með spurningaflokk sína bíla og jafnvel haft bíl í verðlaun. Það eru alls konar leiðir sem við getum farið þarna og við erum að skoða það. En það í rauninni, það skiptir engu máli nema við náum þeim árangri að verða þekkt og mjög mikið notað samfélagsnet. En hefur einhver áhyggjur af því að þetta sé svona rosa hæp af því að athyglisspönnin stutt, svo kemur eitthvað nýtt forrit sem að allir fara og alltaf, að þetta fari svona? Jú sko, við erum búin að hugsa alltaf mikið þetta og margir leikir á netinu eru einmitt svona, að þeir fylgja þessari vaxtarkurvu að þeir byrja rosalega, allir eru mjög spenntir fyrir því og svo fer þetta niður. Það sem við hins vegar teljum og vonum, maður veit náttúrulega ekki, að þessi samfélagslegi þáttur, að fólk sé að kynnast nýju fólki þarna, tala saman og að við getum leyft fólki að koma með sitt eigið efni, kynna sínar eigin spurningar til leiks, að það sé einhvað sem sé rauninni alveg sko eðlismunur á okkur og flestum tölvuleikum. Við erum ekki beint tölvuleikur. Já, en má ég þá skjóta af því að þú varst síðast út af Moogies Ég man þetta sem fór mjög hátt, en lærðu þið þá leksíu af því? Við lærðum mjög margt af því. Þegar við byrjuðum á Moogies-leiknum fyrir 3 árum síðan, þá lögðum alveg svakalega orku í þann leik. Við bara vissum ekkert hvernig þessi markaður virkar. Og við vorum bara hérna heima á Íslandi og heldum bara að það væri nóg að gera fallega vöru og þá myndi þetta einhvern veginn sjá sjálft sig. Staðreyndin bara sú að þessi markaður, þessi app eða smáforrita markaður einhver svo allra harðasti sem þú finnur í heiminum. Og þegar við loksins komum með Moogies út, þá var þann rosa vinsæll á Íslandi og svaka umfjöllun en svo bara náði enginn í það. Og það var mjög erfitt, sérstaklega því að það var búið að vera svo mikil umfjöllun og allir bundu svo miklar vonir við þetta. Þannig ég vildi helst ekki koma í kastljósi sko núna eftir að við erum búin að gefa út leikinn og það gengur svona vel. Það voru bara að það gangi áfram vel. Kæra þakki fyrir komuna, Þorsteinn. Takk kærlega fyrir.